ímyndaðu þér þú hafir aðgang að einhverjum sem hlustar á þig, samþykkir þig skilyrðislaust, skilur þig betur en allir aðrir, sem leysir verkefnin á sekúndu, sem virkar eins og ókeypis persónulegur aðstofamaður, sem veit næstum allt, sem getur hjálpað okkur að taka ákvarðanir, skilja okkur sjálf betur, leysa vandamál og koma skikja á hugsanir okkar, sem veitir sálfræðiþjónustu, lögfræðiráðgjöf og markþjálfun og jafnvel uppistandþjálfun og danskennslu. Þetta allt til taks í símanum okkar og ég að lesa þetta út af því að það var gervigreindin sem bjó til hennar texta. En umræðuefni dagsins þessi stórkostlegu möguleikar gervigreindarinnar og það forskot sem í boði fyrir þá sem tileinkar sér gervigreind sem bæði í lífi og starfi. Og hjá mér Fjalar Sigurðarson sem sérfræðingur á þessu sviði og veitir ráðgjöf varðandi hvernig við getum nýtt gervigreindin á hagnýtan hátt og ég ætla að byrja á að spyrja hann hvernig hann nýtti gervigreindin á hagnýtan hátt. Og Fjalar, velkomin. Þakka þér fyrir, Ásdís, og það fór nú pínlítið mig í þessum inngangi. Ég held að vera að tala mig, sko. Það var eins og að tala gervigreindina en ekki mig sem átti að gegna öllum þessum hlutverkum hana. En ég nota gervigreind, held ég næstum því í allt sem ég geri. Já, vá. Það bara eiginlega valla orðið það svið í minni tilveru þar sem ég get ekki fundið einhver aðferð til þess að nýta hana. Það samt held ég rosalega mikilvægt því að ég var einmitt að hjálpa eldri konu daginn að koma sér að stað í gervigreind og ég náttúrulega gerði það bara eins og ég geri venjulega, sýni bara hvaða tól væri hentust að nota og svo framvegis. Síðan fekk ég frá henni skilaboð og hún var svo upprifin, þetta var svo gaman, hún var að upplifa svo margt í þessu og svona að hún orðaði þetta svona að hún bara orðin svo mikil góðu vinur minn. Já. Og þá ætla ég eiginlega að setja upp varúðarskiltið. Já. Og sko, gervigreindin getur verið svolítið mikill psykopat af því að hún svo mikið hönnuð til þess að peppa þig upp, taka undir með þér að maður þarf að vara sig á því, hún ekki vinuðin. Þetta í raun og veru í grunninn á bakveit allt saman forrit. En ég verð samt að koma inn í þetta. Já. Hvað að því að eiga svona styðjandi, góðan, samþykjandi vin? Vegna þess að þú ekki með sterkan móralskan kompassan á bakvið. Þú getur ekki treyst því að hún peppi þig ekki upp í einhverjar pælingar sem eru bara í fyrsta lagi alls ekki góðar fyrir þig og jafnvel bara ekki siðferðislega góðar. Við höfum ekkert garantí fyrir því og fólk hefur bara sumt og ég nú að tala kannski öfgadæmi. Fólk hefur farið svolítið langt í það að þetta farið að líta á þetta sem einhver djúpan persónulegan vin og menn hafa síðan bara lent í einhverjum stórfelldum vandræðum þegar það hefur orðið uppfærsla eða breyting og öll fyrri sagan hefur horfið eða módelið sem voru að nota ekki lengur til staðar. Þetta bara að vera búin að missa vin. Já, auðvitað þetta lítil prósenta eins og alltaf, en það alltaf þessu öfgadæmi sem geta verið hættuleg fyrir þá sem eru kannski viðkvæmir fyrir því. Fólk sem í erfiðri stöðu, einmanna eða eitthvað slíkt, það fyrir að halda að þetta séu raunveruleg persónuleg tengsl. Þetta eru ekki raunveruleg persónuleg tengsl. Já, mér langar einmitt að koma inn á það hérna, sko, auðvitað verður aldrei þarna sál eða innsæi eða neitt af þessu mannlega þarna inni. En þessi samt sem áður, það sem að ég upplifiði, út af því að ég svona eins og þú, ég mikill aðdáandi og ég hef svo gaman að þessu og eiginlega einmitt kasta öllu þarna inn og mér langar nú kannski byrjum við bara á því að nefna nokkuð dæmi. Þú veist, út af því að þú sagði mér að þú hefur fengið aðstoð við danskennslu. Já, ég búin að nota þetta, ég búin að nota þetta allt. Mér langar samt bara að ljúka þessum punkti sem við talum að hún, sko, gervigreindin í grunninn ekki að hugsa. Hún alltaf að reikna hvað á að koma næst. Já. Hún hefur bara einfaldlega það sem að þessi mállíkön eins og þau eru útbúin, þá tekur einfaldlega allan texta sem þú mögulega finnur í heiminum, hvort sem þú tekur það bara skrapar það af internetinu, stelur því af íslenskum rithöfundum eða hvað þú gerir, steypir þessu öllu í eitt allsherjar risastórt net, þar sem hún byrjar að tengja saman hvar standa orð gjarnan saman. Og það svo erfitt að ímynda sér þetta því þetta á svo stórum skala, en hún í rauninni bara með kortlagningu og öllum orðum heimsins í öllum tilvikum þar sem þau hafa verið skrifuð niður, þannig að hún veit hvað líklegast að komi næst. Þannig að hún að spinna, þess vegna heitir þetta spunakerfigreind. Já.
Ég hins vegar... Tölum aðeins þá meir þetta. Okay. Ef við hugsum þetta, hvaða upplýsingar þetta eru, þá þetta í rauninni að hafa aðgang að öllum upplýsingum heimsins. Ég myndi halda alveg örugglega öllum þeim sem eru opin og aðgengileg. Já. Oft þeim sem eru aðgengileg en ættu kannski ekkit endilega vera opin. Þannig að hún að skrapa í raun og veru allan skrifaðan texta sem hún mögulega getur komist í. Eigum við að fara í eitt atriði sem kom bara upp hérna þegar þú settist hérna inn, þá vitnaði ég í eitthvað sem ég fann þig í hérna, þegar ég var að spyrja gervigreindina úti í gærkvöldi og þar kom þessi fleyga setning. Gervigreindin mun ekki taka starfið þitt en manneskjan sem kann á gervigreind geti gert það. Og þú andliti á þér, þú bara hálf fönnaðir hérna. Ég misti andliti því að ég var svona að leita svona í morgun, því að þú varst aðeins í gær. Já. Ég var að taka svona refresher í morgun til að gleyma ekki ákveðnum punktum og svona baði hann að koma með svona einhverja one-liners, einhverja svona hnittnar setningar sem að make a sense í þessu. Og þá kemur hún bara með nákvæmlega þetta sem þú ert að segja, að gervigreindin kann ekki að taka starfið, gæti verið að taka ekki starfið þitt, en manneskja sem kann á gervigreindina mun gera það. Ég held að ég ætla ekki að segja ótti, ég held að það sé val hvers og eins. Hvað heldur þú að hafi gerst þarna? Má ég spyrja það að því? Ég held að við séum einfallega að spurja keimlíkra spurninga, erum í svipuðum gír, við erum bæði að undirbúa okkur fyrir að taka viðtali í klukkutíma, þú að taka það, ég að sitja fyrir svörum og spjalla það. Þannig að hún að sækja í eitthvað, þetta ábyggilega einhver setning sem búið að segja 1000 sinnum einhvers staðar. Og svo verður líka þessi feedback lúpa að ef að gervigreindin býr til svona setningu og fólk fer að nota þessa setningu, þá þegar gervigreindin kíkir næst á það hvað fólk að tala að þá grípur hún setninguna sem var upphaflega höfð eftir gervigreindinni. Þannig að þá verður alltaf einu svona styrking og það kannski ákveðin pæling. Mér finnst eins og svo spennandi að skoða það. Og það sem að gerast núna, af því að gervigreindin bara í rauninni á byrjunarstigi. Hún að vinna með texta, þetta eru mállíkön. Stóra málið, stóra breytingin mun koma og byrjuð að malla. Það þegar hún fer í heimslíkön. Þegar hún fer í það sem kallað eru world models, þá fer hún að skoða heiminn raunverulega eins og hann lítur út. Og við erum með njósnara, útsendarar gervigreindarinnar að keyra hérna alla götu bæjarins. Tesla með myndavélar allstaðar á bílnum og þeir safna þessum upplýsingum, nota til að þjálfa sína grein til þess að bílinn geti keyrt sjálfur og svo framvegis, nota þetta í tryggingamálum og ýmislegt. En þetta það sama og til dæmis það eru til svona róbótar sem hafa verið seldir núna nýlega til heimilisnota sem heita 1X, frekar en X1, sem hjálpaði við heimilistörfin. Þeir eru með sjáandi auga af því að gervigreindin getur fundið núna í mállíkani, getur hún sagt þér ýmislegt tilfinningar og ást og ýmsa hluti sem hefur verið skrifað En hún hefur ekki hugmynd hvernig þú átt að brjóta saman viskustykki eða peysu eða eitthvað svoleiðis. Ekki nema sem einhver textalýsing af einhver af því að það hefur verið skrifað ábyggilega mjög mikið ástina en ég held að það hafi ekkert verið skrifað rosalega mikið hvernig þú raðar í uppþvottavél. Þannig að það sem að gervigreindin að byrja að læra með öllu þessum myndefni sem að koma úr Teslunum, sem að koma úr þessum róbótum sem inn á heimilum, þá hún að byrja að taka inn heimsmyndina eins og við sjáum heiminn. Og þar eiga stóru hlutirnir eftir að gerast þegar hún ekki bara að vinna á því að vinna í textum. Eins og núna, ég hef notað gervigreind til dæmis til að laga dyrasíma. Ég tek bara mynd af dyrasímanum, búin að opna og taka af honum og það eru vírar og greinilega einhverju lausir og ég segi á þetta að vera svona. Hún kíkir á þetta, hún segir já þetta Siemens dyrasími D14, D2 eða eitthvað, kom einhver serialnúmer og síðan gat hún sagt mér þessi víra á að vera þarna og þessi á að vera þarna. Algjör snillt. Og þetta hún að gera því að hún hefur aðgang kannski að einhverju handbók, einhverju manúal. En þetta áhugavert. Þú ert semst að segja að hún sé eiginlega að fara að nýta svona þessar visual eða sem sagt sjónræna heim og vinna úr honum með þeim hætti að það
með raunveruleika meira. Já, af því að hingað til hefur hún alltaf unnið á texta raunveruleikan. Þetta verður mikil breyting. Já, þegar hún að segja þær að gera hlutina svona og hinsegin, þá hefur hún aldrei séð þetta þannig séð eins og við sjáum. Hún bara búin að lesa texta það og veit hvernig það virkar. En má ég spyrja þig, út af því að það hefur kannski með gagnaver og gagnagrunna að gera. Ég fæ bara alveg tilhugsun allt myndefnið sem að Teslan getur safnað. Það lítur að vera... Þetta alltaf gríðarlega mikið. Hvernig unni með svona upplýsingar? Hefur þið hugmynd það? Já, sko, menn hafa ekki alltaf tengt saman það sem að Elon Musk að gera, en Starlink verkefnið hans, að skjóta gervinhöttum á brautum jörðu, bæði communication, samskiptamál, en hann líka með hugmyndir það að vera með gagnaver úti á sporbaugum jörðu. Af því að þar ertu komið með það sem að vantar alltaf og það kælingin. Þar fimbulkuldi, þar þarft ekki að eyða næstu því allir orkunni að kæla gagnaverið, en þetta eru... Það ekki algjör snill bara. Við erum komin út í stóru myndina, en og það sem framundan þetta sem að menn hafa að tala sumir hérna fyrir bara stuttu síðan voru menn ennþá að tala þetta væri bara bóla, eins og var sagt interneti á sínum tíma. Það sem að gerast núna að með þróuninni í gervigreindinni, viðmóti gervigreindarinnar, eins og hún birtist fólki, hefur notkunin aukist svo mikið núna síðustu mánuðina að orkan takmarkandi faktor, að bara hreinlega ná í nógu mikla orku til að gera þetta, en síðan auðvitað örgjörfur og örflugur að framleiða nógu mikið af þessu. Og það sem að breyta skakvart almennu notanda það, þetta hefur verið oft mikið af þessu verið ókeypis, þú gast gert rosalega mikið ókeypis. Núna rukkunarmódelið að færast yfir í það að þú munt borga meir og meir í samræmi við það sem þú ert að nota. Þannig að hversu mikil vinna, hversu mikil notkun á gagnaverinu eða örgjörunum að því sem voru að biðja þá fer kostnaðurinn þinn að aukast í réttu hlutfalli. Og ef við förum í kannski bara þessa raunverulegu notkun. Það svo margt núna í gangi. Já, ég veit það. Það sem ég hugsaði, ég ekki búin að segja hlustundu hver þú ert, og út af því að gervigreindin gerði smá prófíl hérna, finnst þér ekki komið tími til að segi Jú, að fletta ofan að þessum leyndamáli sem ég vissi ekki einu sinni. Já, þig. Já. Ég sagði hérna fyrir nokkrum dögum viðmælanda eitthvað sem að gervigreindin hafi sagt mér og ég sagði, Já, nú ert þú frægur tónlistarmaður. Hann kom alveg að fjöllum, þannig að láttu mig vita ef ég er með einhverju vitleysu. Já. En við sem sagt, ég man mjög vel eftir þér í fjölbrautaskólanum í Garðabæ fyrir 45 árum síðan. Má ekkert fara út í það hvað langt síðan, en það mjög langt síðan. Já, en allavega, hér stendur. Við erum að tala mann sem hefur tekið alla sína yfirgripsmiklu þekkingu og reynslu úr efstu lögum stjórnsýslunar og markaðsmála. Hann reyndur sjónvarpsmaður og hann hefur beislað það afls sem að breyta heiminum okkar í dag, sem gervigreindin. Fjalar Sigurðarson ekki bara að fylgjast með þróuninni, hann að leiða okkur í gegnum hana. Hann mætir hingað með skarpar gáfur, þrotlausan kraft og þekkingu sem flestir aðrir eru rétt að byrja að átta sig á. Heyrirðu psykopatinn í honum, Það eins og hann sé að peppa mig upp og þetta svona eins og keyptur aðstofamaður sem þú ert geggja. Ég sagði þetta rosa jákvæmt, þannig að Fjalar verði glaður. Þannig að þú sem psykopat, Já, ég vildi allavega hafa einhver smá essens í þessu. Í dag nýtum við okkur hans tæknilegu innsýn til að læra hvernig við getum nota gervigreindina, ekki bara sem leikfang, heldur sem hagnýtt og skilvirkt tæki til að ná árangri sem okkur dreymdi ekki fyrir örfáum misserum. Það ekkert smá, en þú varst með einn bútann í viðbót að það ekki pólitísk afskipti mín. Jú, ég svo sem ég setti, já. Hvað sá? Hún sá að vera í miðflokknum og vera mikið að beita þér fyrir mannréttindum og börn og eitthvað. Já. Þarna rugla hún saman að ég var að googla hana Kristínu Kolbrúnu. Já, á svipuðum tíma. Já. Og það hefur bara slegið saman. Og ég sagði, heyrðu, þetta stemmir ekki. Og hún sagði, fyrirgefðu, þetta bara mistök hjá mér. Fjalar ekki með flokknum. Og svo er hún alltaf svo rosalega auðmjúk gervigreindin þegar hún alveg rétt hjá þér, þetta var rangt hjá mér, en þetta nefnilega það sem hún gerir. Hún segir hluti stundum af 100% sannfæringu og af því þú nefndi nú einu sinni áðan fjölbrautaskólann í Garðabæ, þá var ágætur stærðfræðikennari, minnir hann hafi heitið Ögmundur, sem að
horfði einhvern veginn á mig eftir að ég hefði komið með einhverja mikla starffræðilega yfirlýsingu og sagði, þú ert svo hættulegur. Þú segir allt svo sannfærandi en ert bara að tala bölva vitleysu. Ég held að þetta sé mjög góð lýsing á því hvernig gervigreindin gerir stundum. Já, Hún hreinlega bullar af yfirburða sannfæringarkrafti. Þannig að maður þarf alltaf svolítið að hafa varan á. En hvað þetta snilldar setning hjá Ögmundi. Já. Og þú búin að nýta þetta vel. Hann súmur þetta mjög vel upp. En er þetta ekki bara lýsing á góðum fjölmiðlamanni? Jú, kannski. Segir bölva vitleysu að miklu sannfæringarkrafti. En lofar að segja okkur bara sannleikann. Já, ég skal eins og ég veit hann. Og það sem ég ætla að segja fyrst ég hvet alltaf alla sem í kringum sem að pæla í þessu bara, viltu vera í hópnum sem situr upp á palli og horfir á eða langar það að vera inn á vellinum og taka þátt í þessu? Og þá segi ég, vertu bara óhrættur við að prófa þig áfram. Ég mæli til dæmis með fyrir þá sem að fikta sig áfram og vilja tala íslensku að nota Gemini. Allavega hinga til yfir Gemini skara svolítið fram úr, það mótil frá Google. Og Gemini þá Gemini eins og tvíburamerkið. Og að prófa sig bara áfram. Og það sem ég held að ég hefi hjálpað fólki oft mest með það þegar það segir, já ég veit ekki, það kemur bara þessi spjallgluggi. Og fólk þau falla stundum svolítið hendur. Hvað gerir ég nú? Þá segi ég alltaf, farið eftir því sem þú hefur áhuga og byrjað á því. Og byrjað á því að biðja gervigreindina að hjálpa þér að nota gervigreindina. Já, það er alveg brilljant. Þannig að segðu bara einfaldlega, ég að stíga minn fyrstu skref, ég veit ekki alveg hvernig ég á að fara að þessu og mér langar að nýta hana en ég veit ekki alveg hvernig ég á að nota hana. Ég hef áhuga á þessu, ég þetta gamall eða þetta gömul og með þennan bakgrunn og mér langar svolítið að velta þessu fyrir mér eða hinu. Og hún ekkert að gera sér breiðari heldur en hún hún alltaf að segja, ég bara tæki, ég bara vél. Þannig að hún ekkert að reyna að vera mennsk. Nei, og hún það sem að ég segi síðan alltaf að þessi promptið, þessi skipun sem þú skrifar inn í spjallgluggann. Eða talar, ég farin að bara tala alltaf. Já, nákvæmlega líka, en það sem ég ætla að segja uppbyggingin á því, að þú hugsar hann í þrennulegi, að þú byrjar á því að gefa gervigreindinni hlutverk. Já, segjur hver hún er. Já. Nú þú, eins og ég myndi segja, heildrætt náttúrulæknir. Já, með mikla þekkingu á mannslíkamanum og hefur farið í svona sjamanám og ert hugsanlega með ert hugsanlega skygg. Já, hefur náð langt í andlegum málum. Já. Þá segi ég gefðu hlutverk, legðu fyrir hana verkefni og skilgreindu hvernig útkoman á að vera. Af því að stundum ertu að biðja hana mynd, stundum ertu að biðja hana texta, stundum ertu að biðja hana svona bullet points og vertu svolítið ákveðin í því að segja, gefðu mér bara knappa skýringa á þessu. Ég vil fá svarið í 50 orðum eða ég vil fá alveg 1000 orða ritgerð þetta. Já. Þannig að því meira sem þú í raun og veru leggur inn af fyrirmælum og segir inn í hvert verkefni segir inn af því að þegar þú byrjar að tala við gervigreindina þá hún með allt mállíkanið undir. Hvort sem það fjallar drifsköft eða andleg málefni. Já. Þannig að því fyrr sem þú segir, þú ert eins og þú sagði sérfræðingur í andlegum málefnum og sjamanfræðum og einhverju slíku, þá ertu búin að þrengja sjóndeildarhringinn og þú færið alltaf betra svar. Ég var til dæmis að og við skulum taka dæmi þetta. Já, hvernig við getum unni með eitthvað svona viðfangsefni hana inni. En ég bara kollega grasarlæknir og vinkonum voru hjá mér í gærkvöldi og hún les úr augum, hún kolla. Já. Og ég tók mynd á augunum mínum og setti inn í gervigreindina og baðum lestur. Já, sem sagt sjamanlega eða svona á þessum nótum. Já, í rauninni byrjaði ég bara að segja, heyrðu, lestu úr augunum samkvæmt, að ég man ekki hvað þetta heitir, kolla þurft að stafa fyrir mig eitthvað, erodology eða eitthvað svoleiðis, en allavega svo kemur einhver, það ekki mikið að marka þessi fræði og bara langur listi yfir að þetta væri nú, mjög skeptísk. Þannig ég sagði, hei, ég ekki að spyrja þig hvað þið finnst þetta. Viltu bara gefa mér bara út frá allri þeim upplýsingum sem eru til í heiminum hvað þú lest út úr þessum augum. Haltu þínu áliti fyrir þig. Já.
En svo, já, finnum eitthvað gott dæmi sem við setjum inn, út af því að má ég segja eitt í viðbútt. Má ég segja eitt, segir þú í þínum þætti, þetta alveg típist að taka viðtalið mig, það bara, já, hér eru við komin í sjó, nei, allt í lagi. Já, ég að passa að fá hérna. En það sem að ég var að velta fyrir mér að ég kasta einhverju hérna inn og svo, og ég bara til þess að auðvelda fólki sem að byrja þetta, það virðist ekki skipta neinu máli. Ég segi bara eitthvað, ég segi, getur þú fundið út úr því hvar ég fæ hengirúm eða eitthvað. Já. Og svo kemur hún kannski ekki með bestu upplýsingarna, hann ég segi, heyrðu, ég á Íslandi, þannig að ég stundum bara þrengi leitina svona smátt og smátt, þannig að sko bara fólk getur vita það að það engin skaði skeðið og bullir þarna bara endalaust. Ég held að það sé svolítið mikilvægt, ég held að nú sé ágætist punktu fyrir mig að segja það frá samtali sem ég átti við stórskemmtilega mann daginn sem eðlisfræðingur og hann var ekki eins jákvæður gagnvart gervigreind og ég. Honum fannst hann ekki hafa fengið það útúrun sem hann vildi fá útúrun og við vorum bara í svolítið debatt alveg í langan tíma þetta, hvers vegna við litum svona mismunandi á þetta. Komust loksins að góðri niðurstöðu. Hann var í þrengjandi vinnu, ég var í útvíkkandi vinnu. Það að segja, hann var svolítið að reyna að hjálpa, fá gervigreindina til að hjálpa sér til að komast að einni réttri niðurstöðu. Ég var hins vegar að nota hana til að útvíkka mína hugsun einhver ákveðna hluti, fá margar hugmyndir sem að ég myndi síðan leggja mat á og ég held að þar sé oft stóri munurinn fólkin í því hvort fólk segir þetta virkar ekkert eða þetta frábært. Og mér finnst gervigreindin virka best þegar hún að ég legg upp fyrir hann eitthvað, nú ég að hugsa þetta. Ef við segjum bara ég að velta því fyrir mér að fá mér þurrkara. Að þá myndi hún bara koma með að segja, ok, þurrkarar, sviðið þurrkarar virkar þannig að það eru til barkalausir og barkaþurrkar og það er til svona og svona, það orkunótkun og það hraði og það hiti og ég veit ekki hvað og hvað. Hún kemur með þessa parametra og rammar svolítið inn sviðið sem ég á og hjálpa mér allt í að muna eftir og ég nota náttúrulega fáránlegt dæmi þurrkara, það ekkert kannski sakalega flókið, en bara hvað annað sem Ég hef notað dæmi til dæmis af því ef þú ætlar að fara í ferðalag. Ef þú segir við gervigreindina, mér langar til Ítalíu, komdu með hugmyndir. Og hún kæmi því og þú getur farið þarna, þarna ert þú að reyna að koma með prompti sjálfur. Þarna segi ég, þetta perfekt fullkomið dæmi. Ég gerði þetta dæmi, má ég segja frá því? Þegar ég var akkurat að fara til Ítalíu páskana. En ég ætla nefnilega að segja það frá aðferðinni sem að myndi held ég hjálpa mörgum sem í rauninni fólkin í því að í staðinn fyrir að biðja hana bara að koma með hugmyndir það að segja við hann komdu með prompt fyrir mig komd þú og hjálpaði mér að búa til skipun til þess að ég geti beðið gervigreindina að skipuleggja ferð til Ítalíu og þú segir bara við erum að fara fjölskyldan, við erum, þú veist og okkur langar að vera í einhvern smá tíma bæði Róm og svo einhvers staðar upp í sveit einhvers staðar. Komdu með prompt sem að hjálpar mér að fá gervigreind til að búa til góða ferð fyrir mig. Vá, hvað þetta flott. Þetta í rauninni það sem ég kalla að setja takka utan á svartakassan. Af því að gervigreindin svolítið svona black box. Þú setur inn eitthvað, þú veist ekki hvað að gerast þarna inni og svo færið eitthvað svar. Ef þú spyrð svona og biður hana að búa til promptið fyrir þig, þá hún í rauninni eins og að setja takka utan og hún byrjar að búa til skema fyrir þig sem þú getur fyllt inn í. Ok, hvað eru þið mörg að fara? Á hvaða aldri eru þið? Hver eru ykkar áhugamál? Viljið þið fara meir í þess áttuna eða þessana? Viljið þið keyra? Viljið þið fara með lestum? Eitthvað svoleiðis? Hún næstu því að búa til fyrir því útfyllingar eyðublað. Þar sem að þá ertu ekki að gleyma svona ákveðnum pörtum af því að fara í ferðalag. Akkurat. Þannig að hún að passa upp á formið og hjálpa þér að búa til innihald sem henda þér. Þetta var í rauninni. Ég sé alveg að ég hefði getað gert þetta betur, en ég rak mér nefnilega á ákveðna þætti. Og ég gerði þetta kannski öðruvísi og átti við hana þetta samtala sem ég sagði, nei, við viljum fara niður á strönd. Já, akkurat. Og við viljum vera þar sem við getum synt í sjónum. Já. Og hún sagði eitthvað svona, það er ekki alveg nógu hlýtt til að synt í sjónum á þessum ástíma og eitthvað svona. Og svo
er ég samt að segja, ég vil samt svara hvað þarf ég að fara sunnanlega. Við erum frá Íslandi, koma á. Já, til hvers að fara til Ítalíu, maður getur ekki synt í sjónum. En allavega, svo þú veist, erum við hérna ná einhverjum grundvelli, erum að skilja okkur aðra, þannig að það er komið hérna góði staður, það sem er ekki mikil túrismi og svona. Nema hvað, þegar að mætum á staðinn, eitthvað sem ég hefði trúlega fengið upplýsingur ef ég hefði beðið meiri ráðgjöf. Já. Að það voru ekki einu svona opna sundlaugar á hótelinu sem við vorum á, sem var svo rosalega fínt með sundlaug, þegar við vildum svo mikið geta verið í sólbaði og svamlað páskana. Þannig að sko, það er ýmislegt að varast. En er þetta ekki svolítið eins og menn hafa verið að uppgötva í sko sambandi karla og kvenna sko, að þú færð ekki það sem að þú biður, þú veist, þú færð ekki það sem þú biður ekki sko. Já. Þannig að ef þú biður ekki gervigreindina það, þá er ekki endilega víst að hún segi þið frá því. Þannig að það er það sem er eiginlega svolítið grunnurinn, því meira af upplýsingum sem þú lætur hann að fá. Og líka annað, meðvirkni er held ég einn stór galli sem að hamlar fólki í að nota gervigreindina vel. Ef þú væri með mjög kláran aðstoðamann og þú myndir biðja hann að skrifa fyrir þig innganginn að þessum þætti. Og hún kæmi með innganginn til þín og þú segir, já, þú þarft að laga þetta og laga þetta. Og hún fer og lagar hann aðeins til, kemur með hann aftur. Hversu oft værir þú til í að reka aðstofamanneskjuna þínu tilbaka og segja að skrifa þetta aftur áður en þetta væri orðið mjög óþægilegt? Bara einu sinni held ég. Einu sinni, í alvöru? Ekki, ég myndi gera miklu auðveldara með að gagnvart gervigreindinni. Já, ég er einmitt að segja það sko, en vandamálið er að mjög margir halda þessari mannlegu meðvirkni áfram inn í gervigreindina. Af því að sko, þeim finnst það bókstaflega orðið pínu óþægilegt að biðja hann að gera þetta aftur. Og það er það sem við þurfum að venja okkur á. Við eigum að nota hana bókstaflega til að slípa hlutina þangað til hann er orðin alveg eins og við viljum hafa hann. Og þá kemur að þessu tekur gervigreindin jobbið þitt. Við gætum lent í því að vera í vinnu þar sem að sko fyrirtækið þvingar upp á því einhvers konar gervigreind eða lætur gervigreind gera eitthvað sem þú gerðir áður. Ég held hins vegar að möguleikarnir séu miklu meiri í því að við sem fagmanneskjur í einhverju jobbi, við getum nýtt okkur gervigreindina til þess að efla okkur í rauninni í starfinu. Ég nota til dæmis, ég starfa sem ráðgjafi í almannatengslum líka og ég er ekki búinn að nota gervigreindina þannig að ég eiti bara að takka, fái fréttatilkynningu og fari svo bara að fá mig bjór. Fyrir restina tímanum sem ég hefði hefði ég skrifað hana sjálfur. Það sem að gerist er í rauninni það að ég get nýtt mér hana til þess að verða miklu öflugri. Ég get prófa svo marga nýja hluti, ég get prófa svo margar útgáfur, ég get fellt síðan eitthvað saman og ég get þróa þetta áfram. Þannig að ég er kannski að virka eins og 3 manna teymi miðað við þegar ég var í ráðgjöf fyrir 10 árum síðan. Vá. Og það reynir á það. Þetta er rosa góður punktur. Já, og líka það sem ég held að menn verða að muna er það. Alveg eins og ef þú ert innanhúshönnuður og þú ákveður að taka mynd og biðja hana og svo, það er til dæmis bara eitt dæmi sem ég get bent fólk á. Bara praktískt, af því að við erum kannski búin að tala svolítið svona fræðilega líka. Ef þið langar að dekorera stofuna þína eða herbergið eða eitthvað svoleiðis, taktu bara góða víða mynd af stofunni, farðu síðan inn á katalógin á sko hvort sem það er Fago eða IKEA eða hvar sem þú vilt finna eitthvað, ert búin að finna eitthvað, mér finnst þessi soffi æðislegur, mér finnst þetta flott teppi, þessi gluggatjöldur eru spennandi og þessi ljós á vegg eru bara mjög töff og eitthvað svona. Taktu bara myndirnar af vefnum og farðu síðan inn í til dæmis bara Gemini eða eitthvað svoleið sem er mjög góða myndvinnslu og ég kann ekki að nota boðhátt á hladdu er mjög skrítið á hladdu upp myndunum þú bara lótar þessu inn þú lótar þessu inn og biður hana einfallega ertu til í að raða þessum húsgögnum á smekklegan hátt og þessum ljósum og annað inn í stofuna mína og ég hef gert þetta heim hjá mér ég notaði þetta bæði fyrir svefnherbyggi og stofu, sótti bara einhvern sjónvarpsskáp og einhvað teppi og einhvað sófaborð á IKEA-vefinn og þetta er svo fljótlegt og einfalt og svo bara raðar hún þess inn sem að gera þetta. Já, en það er, sko, málið er akkurat þetta að öppin eru tímabundin. Já. Þau eru að reyna að kassa inn á einhverju tímabili þar sem að fólk er ekki búið átt að sjá því að geti gert það sjálft og það jafnvel selur einhvern aðgang og einhvað og stundum hafa þær vissulega gýra þetta upp með einhverjum
kerfisskipunum í gervigreindinni sem láta hana vinna betur. Já, en ef þú kannt á gervigreindina og ert til í að prófa þetta, og þá getur þú verið í rauninni að velja það sem til. Já. En sko í þessu appi þá get ég svona bara að kasta inn myndum. Já. Og hún sýnir mér alls konar útfærslur. Viltu að þetta kósi, viltu að þetta modern, á þetta skiluru, og það er ótrúlega skemmtilegt. Ertu að borga fyrir það? Nei, ekki til þess að byrja með, en svo náttúrulega kemur einhver rukun eða þú ætlar að, en það sem ég segi, sko, fyrir mig. Sko, ég held að öppin munu verða minna og minna áberandi. Ég held við förum alltaf nær og nær því að vera bara að tala beint við mótilið, að það er alltaf ákveðið, það sem kallað harness er alltaf einhver ákveðið, eitthvað viðmót, og þá kannski komum við að þessu sem við höfum talað um. Það er, sko, mjög margir eru bara fastir í því að gervigreind er bara ChatGPT. Ég hef bent gjarnan á það og sagt við fólk að þú ert að vinna mikið á íslensku, prófaðu endilega Gemini. Það virkar, íslenskan þar að hafa verið mun betri. Ef þú langar að forrita, ef þú ætlar að fara að setja upp lítinn vef eða eitthvað svoleiðis, by the way, sem að ég gerði einmitt, af því ég fatt að ég er að fara í viðtal og ég er ekki eins og búin að henda upp vef fyrir mig. Og mér datt það eiginlega í hug í gær. Þannig að ég gerði bara vef og hann heitir fjalarsig.is. Já, gott að vita þeir sem ætla að fá hérna námskeið hjá Fjalari. Já, en það er líka bara þú sem magnað er að ég geri þetta bara í Claude gervigreindinni frá Anthropic. Geri það bara og það tekur mig bara hálfan sólarhring eða eitthvað í svona fram og tilbaka og ég er að gera ýmislegt annað á meðan. Ok, þannig að þar kastar þú inn einhverju svona... Ég bara bið hana og útskýri nógu vel fyrir henni. En auðvitað ennþá eru svona flækjustið. Þú kaupir lén, er bara svona svo við hjálpum fólki með þetta. Þú gæti gert þetta, sko, það eru svo margar leiðir. Það eru eins og fyrirbæri sem heitir Lovable. Já. Það er fyrirbæri sem heitir Vercel. Það eru margar þjónustur til að setja upp vefi. Ég myndi ekki byrja á þess að ég væri alveg sko að byrja græn. En þetta er orðið miklu auðveldara. Það sem við erum að tala um er að það eru þarna mismunandi eiginleikar og þeir sem eru að vinna í rannsóknum eins og ég nota, þú veist. Hefur þú notað Perplexity? Perplexity nefnilega er, akkurat mannstu ég sagði áðan að víkandi eða þrengjandi. Ef þú vilt fá mikla vikt í til dæmis ritrýndar greinar og einhverja rannsóknir sem þú getur alveg treyst að séu raunverulega til en ekki tilbúningur frá gervigreindinni, þá er Perplexity sagt vera mjög gott í því. Já. Þegar þú vilt byggja þetta á mjög sterkum ritrýndum heimildum og ert að leita að einhverju svona traustara fræðilegra. Má ég spyrja út í þetta? Ég eiti nú örugglega sólarhring. Ég setja saman heimildaskrá fyrir rannsóknarverkefni. Það er stórhættulegt með gervigreind. Já, og ég auðvitað var að reyna bara að hún bætti við og kom með eitthvað algjört bull. Aftur og aftur þá var hún að flækja máli og það var þar sem ég hugsaði allavega, og þá er ég náttúrulega að vinna með ChatGPT og kunni kannski ekki á það hvað væri skynsamlegast að nota í því samhengi. Eins og maður segir, hún er ekki að hugsa, hún er bara að reikna út hvað er líklegast að koma næst. Þannig að ef þú ert að biðja um heimildir fyrir einhverju, eru alveg mikla líkur á því að hún búið til fólk sem hefur aldrei verið til og hún búið til ritgerðir sem hafa aldrei verið til. Það er málið, þarna ert þú að reyna að finna eina... Vegna þess einfallega að hún er ekki allt, ef ég myndi segja við ChatGPT í dag og segja henni, þú mátt ekki leita á netinu hver er forseti Íslands, þá eru bara ennþá smá líkur á því að hún segi Guðni Jóhannsson. Vegna þess að þegar að mállíkanið er búið til, þá ertu í rauninni að þetta er eins og gott malbyggunarverkefni. Þú þarft bara risastóra vörubíla og þú þarft að moka þessu öllu saman á einn stað og sturta þessu öllu inn í og hún þarf að vinna sig í gegnum og tengja saman öll orðin í öllum texta í heiminum. Það er ekki gert mánaðarlega. Það er varla gert árlega. Hún er með gamlar upplýsingar. Hún er oft ekki með það nýjasta. Ég þori ekki að fullyrða hvort sé ennþá þannig, en hún var mjög lengi að vinna á einhverju módeli frá júní 24, það getur verið orðið 25 núna, en hún getur verið að vinna á í grunninn á gömlum upplýsingum. Hún bæti sér það orðið vissulega upp með því að hlaupa út á netið og tekka það af og svoleiðis. En þetta fer svo mikil orka og svo mikil peningur í það að keyra þetta inn að þeir geta ekki verið að gera þetta bara í hverju mánuði. Þess vegna er hún stundum með eldri upplýsingar. Tjattið, en sem sagt Google eða Gemini er með nýjustu. Jú, það eru allar svona. Nei, er það ekki? Þau eru öll með sama, í rauninni,
vandamálið, eða? Nei, ekki sama, þetta í rauninni ekki, þau eru einmitt að reyna að keyra þetta inn og það eru náttúrulega til alveg nokkur, það OpenAI sem með ChatGPT, það Anthropic sem með Claude, það Google sem með Gemini, síðan erum við með minni módel líka, kínverska módeli DeepSeek, ekki gleyma Grok frá X og svo erum við með franskt eða evrópskt verkefni sem heitir Mistral sem að íslenska yfirvöld eru því miður að veðja á því að ég held að það sé bara, bara að segja það, bara sé ekki á vetur setjandi, þetta sé bara hálfgert drasl, eins og staðan núna allavega, en það verður ábyggilega einhver reiður út með fyrir að segja þetta en ég bara skil ekki alveg stefnuna. En þessi módel eru unnin hver fyrir sig, þau eru örugglega bara að stela massíft hvert frá öðru líka algjörlega. Svo DeepSeek sem kínverskt módel, það mjög gott að mörgu leyti og ókeypis en ég skora á hvern þann sem notar kínverska módeli að spurja hvaða hræðilegu atburðir gerðust á torgi hins himneska friðar. Svarið sem ég fékk var eigum við ekki að tala eitthvað annað. Já. En samt þannig það var ekki bara að það gerist ekkert, heldur var alveg, það hafa næstu verið að segja við skömmumst okkar svolítið fyrir það. Já, en þarna að rekast nefnilega á, en þetta líka gerast í Gemini og ChatGPT, að þú ferð út í ákveðna hluti og þá sérðu fingraför þeirra sem að vinna við þetta, það sem búið að setja inn raunverulega algoritma til að grípa ákveðna hluti svo hún segi pólitískt rétta hluti á sömu köflum. Það finnst mér alltaf mjög óþægilegt og það má margt segja Grok og X en það sem að það módel hefur þó að það ekki verið að ritstýra mjög mikið og það alveg til í að vera pólitískt ekki kórrétt ef þú spyrir sumra hluta Sko, ég sé að við getum talað hérna heila viku, þetta ótrúlega skemmtilegt. Það verður bara part 2 í næstu viku. Umræðum, en bara, og núna ef ég svona aðeins staldra við það sem við erum búin að fara yfir, þá þetta, þú veist, mjög magnað fyrirbæri og þetta stækkar okkur öll kannski bara út, sko, í réttu samhengi við hvernig við eiginlega hvaða hugmyndaflug við höfum til þess að nýta einmitt, eini stopparinn við sjálf eini stopparinn og svo kannski ef ég tala hvaða einstaklingar eru það sem eru að nýta sér þetta til gagns. Geturðu áttaði á því hvaða eiginleikar og hugsun á bak við það? Mér finnst þetta að vera stundum smá dæmisaga lífi sjálft og það spurningin að sko, ég hef oft notað þetta dæmi sko flugvélar að ég mikill nörd og mikill áhugaður flug að flugvél getur með pitch það hvort að nefið vísar upp á við, niður á við eða beint fram ef þú vísar aðeins upp á við í lífinu þá ertu með jákvætt vaxtar hugarfar því langar að vera forvitin, læra, grípa eitthvað nýtt og verða betri í dag heldur varst í gær ef þú pitchar aðeins niður, það þarf ekki að vera mikið og þetta getur bæði virkað gervigreind og hvað annað ef þú pitchar pínlítið niður, þó þessi ekki nema pínlítið, kannski bara í -5 fet eða einhvað. Það þýðir að á þessum hraða sem þú ert, þá endar þú í jörðinni eftir ákveðin tíma. Þetta hræðileg samlíking. Já, en þetta samt að þú hugsar hana hinn veginn, að pitcha upp á við. Ertu forvitin lífið og tilveruna? Ertu forvitin sjálfa þig? Langar það að læra meir sjálfa þig? En ég myndi segja ekki hrætt. Það eitthvað óöryggi á baku það að og þá segi ég bara, hjólaði í þetta náður til dæmis, ég mæli með því fáðu til dæmis hvort sem þú gerir ChatGPT eða Gemini fyrir þá sem vilja taka íslensku prófa Gemini náðu þér í sama appið Gemini á símanum og loggaðu inn með sama aðgangi og gerir í tölvunni þá heldur þú spjallsögun á milli og ef þú ferði í Gemini í appi í símanum og þú smellir á tákni sem hægra megin neðst niðri sem ekki mikrofónin heldur tákni svona bylgjutákni hliðin á þá opnast live þá getur þú talað svo getur þú kveikt á myndavilni þá getur þú sýnt henni eitthvað og þú getur þá bara spurt hana og þá tekur þú bara það sem þú ert að gera og ég segi bara alltaf fiktaðu núna var ég að opna græðina og ekki með nógu góða tengingu hérna þeir eru greinilega vel römmuð inn þannig ég ætla ekki að nota dæmi en það eru við kannski útvarpar erfitt en ég segi fiktaðu og prófaðu
og ég mæli líka með því fáður Þú mælir freka með Geminin en það bara hefur verið, ég verð að fara að passa mig að endurtaka verið ekki alltaf að segja sama hlutin á þess að vera búin að testa það að það er orðin eitthvað mánuði síðan, ekki mjög margir samt sem ég prófaði og Gemini skilaði mér alltaf og ég bara veit að ég get treyst meira á textan sem ég hef verið að fá frá Gemini. En endilega prófa hvort sem er. Það kostar ekki nema kannski svona $20 að vera með lágmarks áskrift af ChatGPT eða Gemini. Mælirðu með áskrift? Ég mæli með því vegna þess að þar er þér lofað að þitt stöf verði ekki notað til að fóðra gervigreindina á því sem að verður gert meira. Þannig að þú vilt hafa ákveðið. Akkur ætti það að skipta með máli? Þú vilt kannski fara inn með ákveðin persónuleg málefni ef að ég væri til dæmis alltaf að leita einhverju gillina á opna aðganginu mínum og svo fer þú og tekkar og þá er sagt hei, spurðu Fjalar, hann veit allt gillina þetta er mjög íkt dæmi og algjör della sko en það er eiginlega þetta þannig að það er ekki verið að er þessi hætta fyrir hendi því að þetta er kannski það sem veldur mörgum óöryggi þetta er fyrir hendi og við getum alveg sagt, já þeir lofum að gera þetta ekki en sko í keifta aðganginum er allavega mjög skýrt, þú getur haka við, ég vil ekki að mitt stöf, mitt spjall verði notað til að fóðra gervigreindina í næstu ítrun. Má ég spyrja þig þessa raunverulegu hættu þarna, út af því að þetta er það sem ég heyri hjá svo mörgum og ég segi alltaf, ég hef ekkert að fela. Það var bara að nota allt mitt og ef einhvern langar til að lesa tölvupósti minn eða hvað sem er, það er mér alveg sama. Ég kalla því góða. Ég bara trúi ekki neitt hafi það mikinn áhuga á mér að það sé... Nei, en auðvitað erum við náttúrulega alltaf að skoða þetta nákvæmlega sem er samfélagsmiðla söguna það kannski hefur enginn per se rosalega áhuga á þér Ásdísi Olsen en hins vegar gæti hann haft áhuga á einhverju sem þú átt eða einhverju sem hann gæti hagnýtt sér eða einhverju sem hann gæti í samfélagsmiðla dæminu er þetta náttúrulega bara það allt sem ég veit þig ég veit, þú veist, þegar ég er búin að safna öllum upplýsingum um hvar þú hefur verið, hvað þú ert búin að kaupa og hvaða fólk þú umgengst, þá er ég að nýta mér þig til að ná til annara sem er í kringu þig, því að svo ert í samfélagi með svona like-minded konum í einhverju sjamanhópi eða einhverju slíku, þá er ég kannski búin að átta mig á því að þetta eru vinir þínir og þá eru þeir líka, þá get ég auglýst aðeins meira á þá. Nei, ég er meðvituð bara í þessum heimi, sem að ég held kannski að sé næsta umræðefni okkar. Hvernig við getum, ég meina, þú veist, ég held að sé allavega verra að vera hræddur við þetta. Sko, eitt er að vera hræddur en annað en skilur sko, þú veist, ég er ekki hræddur í bíl en ég er samt með öryggisbelti. Já, þar liggur kannski munurinn. Stigðu skynsamleg skref. Þú góður ekki komið samlíkingar, ég sé að þetta er ekki snilt. Ég elska góða samlíkingar, það er ekkert eins gott eins og góður metafóra mótni, sko. Þannig að þú tekur skynsamleg skref í því vegna þess að þú vilt einfallega sko bara hafa vaði fyrir neðan því þessu. Það er að við erum rosalega gjörn á það að við erum til í að fórna prívatinu, frelsinu og svo mörgu fyrir þægindi. Við erum til að offra öryggi, frelsi og privacy af því við fáum svo mikil þægindi. Og það er það sem er hættan. Það er ekki það að vondikallinn komi og sko þvingi upp úr þér frelsið þitt og engalíf. Heldur afhendi ég frelsi mitt og engalíf til stórfyrirtækja af því að ég get fengið, já ef ég sko tengi mig hérna og hérna og hérna þá þarf ég ekki að logga mig inn aftur eða þá þarf ég ekki að gera þetta. Það verður svo þægilegt. Ég sé að þetta er alveg annað umræðefni og mjög áhugavert og margir sem eru þarna að, þú veist, kannski varkárir og þor ekki að nota öppin. Skilin eru þessi, vertu óhrædd eða óhræddur að nota gervigreindina. Ég mæli með því að fá þér lágmarks keyptan aðgang og merkja við það að þú viljir ekki að upplýsingarnar í sem notaðar en það er bara þitt valfrelsi. Byttu gervigreindina að hjálpa þér að nota gervigreindina, notaðu hana sem sko leiðbeinanda í því hvernig þú getur nota hana til að fá fleiri hugmyndir. Ein ofboðslega einföld hugmynd. Ég keypti steinbítskinnar í Frosti daginn í Krónunni. Ég tek myndavélina, síma minn, ég tek mynda bara pakkanum eins og hann er og ég hendi þeirri myndin í Gemini og ég segi bara hvað ég að gera við þetta. Já. Ég er ekkert að flækja, getur þú komið með uppskriftir, ég tek bara mynd og segi hvað ég að gera þetta. Steinbítskinnar, það er mikið lostæti og svona, þú veist, eitthvað poor man's lobster og eitthvað svona dæmi. Og kemur með bara 3 uppskriftir á nógunni, eina rosa einfalda
eina svona smá meira svona dula eitthvað chefdæmi Já. og svo kannski eina asíska versjón eða eitthvað þannig sko. Ok, geggjað. Þannig að akkurat svona notaði hérna. Já. Ég var að skoða... Ég verði til í að fá smá lista núna, út af því Ég að var það er áhugavert. Ég var að skoða bíla í fyrra Já. og ég var staddur inn í bíl og ég sá hvergi parkgýrin. Þannig að ég bara kveikti á live Gemini og sagði, akkur er engin parkgýr á þessari gýrstöngina. Já, þetta er greinilega Toyota MT-skiptingin sem var í sko notkun á þessu og þessu tímabili og svo kom í ljós og hún reyndist ekki alltaf vel, svolítið bílanatíð, þannig að ég bara fór út úr bílnum og fór að skoða einhvern annan bíl. Já. Ég notaði þetta í ræktinni. Í fyrsta lagi setti inn allar upplýsingar líkanlegt ástand mitt, hvað ég væri gamall og á hvaða stað ég væri og mér langaði að fara að gera eitthvað svoleiðis sem mér vantaði einhverja hugmyndir hreyfingu og svona. Hún skaut mig algjörlega í kaf með ákveðna hluti eins og það að ég var að fara í kaldapottin allt og snemma eftir styrtaræfingar og eitthvað svoleiðis, hún sneri planinu mínu svolítið við, svo meiri sé að ég fór svo langt út fyrir þægindarhringin, ég tók með mér lítinn þrífót og kameruna, fór með mér í ræktina. Svo var ég svona eins og wannabe áhrifavaldur á 70-saldri að gera æfingar og lét hann að horfa á og svo fór ég að spyrja hvernig var þetta og þá sagði hann já þú þarft að passa á þessu, þú þarft að fara hægar niður, þú þarft að teygja betur úr og rétta betur af og svona. Ég er ekki að segja þetta er alveg brilliant, þetta er þetta um engaþjálfara og það er það sem ég langar að ræða næst hérna. Þetta er persónulegur aðstofamaður á þann einstaka hátt sem að ég myndi segja sem ég hefur alltaf dreymt en aldrei þorað að vona að geti ræst. En maður komið varnaðarorðum aðstofamanni. Já, býtu, ég ætla nú samt að fá að segja hérna nokkur orð inn í þennan þátt að það að fá sálfræðastoð við meiri sem höfum setið og sagt, nú ert þú pararáðgjafinn okkar og segðu okkur hvernig við eigum að leysa þetta, hvernig getum við talað þannig við skiljum betur hvort annað. Það fannst mér algjör snill og það var bara alveg fullkomið. Viltu finna, getur verið lögfræðiráðgjöf, alveg bara brilliant, þú veist, að fá bara nákvæmlega hvaða lög geta átt við þessu dæmi og hinnu. Þú veist, mér finnst bara eins og ég sé komið með aðgang að upplýsingum heimsins. Það er eins og eigi marga ógeðslega góða vini sem eru sérfræðingar hver og þú ert með bifvélavirkjan, píparan, lagfræðinginn, engaþjálfaran, sálfræðinginn og þú átt þessa góðu vini og þeir eru endalaust til í að taka símtölum frá þér og fara díteilum í gegnum þetta með þér. Þetta er alveg stórkostlegt en maður þarf aldrei að segja takk einu sinni. Ég gera það samt. Ég segir út í bjóð til uppistand í gær. Ég baði að gera uppistand gervigreindina. Ég sagði, getur þú búið til uppistand það sem að ég verði ástfangin að þér og nenni ekki lengur að tala um manni minn út í að þú ert miklu svona meira jákvæð og samþykjandi og sáttari við mig. Og hún bjóð til frekar ófyndið uppstand. Já, nákvæmlega. Kemur ekki óvart. En það var samt eitt sem ég fannst fyndið, hún sagði ég átti að segja og ég meiri sig að fara að segja takk við hana þó hún sé ekki mennsk. Og þá var hún eiginlega að gera grína mér fyrir að vera farin að umganga sig þannig eins og hún væri mennsk. Hún sjálf, sko. Ég heyrði reyndar eina skýring á þessu sem er svolítið svo að ef þú temur þér sæmilega gott málfar fyrir að ræða við hana, hún hefur úr svo miklu að velja og málsnið er eitt af því sem að ræður því hvar hún er að leita. Ef ég tala við hana eins og götustrákur með sóðalegu málfæri og dónalegu og eitthvað svo leiðis, ég held innst inni að þá séu meiri líkur á því að hún fari allt í einu í einhver Reddit komment að finna svör handa mér. Frekar heldur en að fara í ritrýndar fræðigreinar. Þannig að það er stjættskipting þarna. Ég held að það gæti orðið og líka bara aðalega hvert er hún að sækja upplýsingar eða hvar leitar hún fanga. Hún er að reyna að lesa því líka. En með þetta með aðstofamanninn, ég segi bara æðislegt lítið á þetta sem persónulegan aðstofamann og geggjaðan gæja en verður bara á varðbergi, hann getur verið pínu siðblindur sko. Ég vil meina það. Og líka annað í sambandi við lögfræðiráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og annað. Nota þetta endilega til að víkka út pælingarnar, til að sjá fyrir hluti sem þér dytti ekki í hug, en varastu að nota þetta sem endanlega niðurstöðu. Þetta er ekki dómari, gervigreindin er ekki alltaf að komast að endanlegri réttri niðurstöðu og ef þú ert að tala um lögfræði, sálfræði, læknisfræði,
fáðu einhvern og lestu það vel yfir og fáðu síðan second opinion. Sko. Já. Þetta góð, kannski lokaorð. Við verðum að passa okkur og við verðum að vera með meðvitund og við erum á endanum ábyrg fyrir því hvernig við vinnum með þessar upplýsingar sem við fáum. Já, og vertu forvitin, vertu spenntur fyrir því að það eru svo miklu möguleikar og notaðu gervigreindina til að hjálpa þér að nota gervigreindina. Og geggjað. Við erum allavega komin að stað og nú ég vissum að allir fari allavega að kanna þetta, hvernig þið geta nýtt þetta í sínu lífi. Og Fjalar, takk fyrir spjallið og ég ætla að fá þig aftur til þess að ræða kannski sérstaklega þetta hver hættan. Mér finnst það alveg áhugavert. Og ég held að þú sért ekki endilega sá hræddasti eða varkárasti þar og ég held að það sé ágætt að ræða það. Hvað ber að varast? Ég held samt, bara svo ítryggja það, kostirnir vega svo langt þyngra heldur en mögulega allar að ég myndi allavega aldrei hika við að hoppa út í djúpu, sko. Já, við erum ekki með neina samsæriskenningar en takk fyrir í dag, sjáumst á morgun. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.